Sölvi, 20 jafntefli hérna á Skaganum, svona 4 leikur, bara hvernig fannst þér þetta spilast svona eftir leik? Bara jafnleikur. Ég held að það svona jafntefli hafi verið sanngjarn niðurstaða með hvernig leikurinn þróaðist. Svo sem ekki sáttur með hvernig leikurinn þróaðist. Ég vilja að við hefum náð meira kontróli á leikinn. Það var full mikið í aukaspyrnur út á velli eða innköst eða langir boltar og svona fight sem við erum svo sem alveg getum tekið þátt í og fannst leikmennir mínir leggja sig vel fram í þeim hluta leiksins en já, 1 stig niðurstaðan og ég er ekki sátt með það. Mörg atvik sem hægt að ræða eftir leik, mörg stór atvik sem hafa mikil áhrif á þróun leiksins. Bara hvernig fannst þér heilt yfir frammistaðan hjá dómaranum? Þetta var eins og 2 rauð spjöld og víti og fleiri atvik sem bæði lið voru ósátt með á báða bóga. Já, ég meina, þú veist, ég nenni ekki að fara yfir alla þessa dóma en mér fannst hann ekki eiga góðan dag bara eins og gerist. Hann er sennilega verið að reyna sitt besta en átti ekki sinn besta dag, shit happens en ég vil frekar meira líta í hvað við hefðum getað gert í leiknum og hvernig við hefðum getað náð betra kontról á leikinn. Við förum bara í því að greina af hverju við náðum ekki að spila á okkar leik og við þurfum bara að læra því og gera betur næst. Hvað fannst þér vanta bara svona í fljótu bragði? Þú fengur mörk á okkur og fljótur að svara fannst manni í bæði skipti en sérstaklega í seinna skipti. Bara svona eftir leik hvað telurðu svona helst að hafa vantað upp á? Já, það er bara, þú veist, þetta eru klaufalega mörk sem við fáum á okkur. Í staðinn fyrir að hreinsa boltana þá látum við hann fara í gegn og við erum seinir að skila okkur tilbaka í seinna markinu. Við erum dálítið að vonast það besta í staðinn fyrir að taka bara ábyrgð á hlaupunum og manninu sínum. En annars bara svona kannski leyfum við okkur að sætta okkur við að þetta sé bara háloftaleikur og barningur að vera að reyna kannski að tengja saman fleiri sendingar og kannski aðeins þolinmóðra á boltann og til þess að koma okkur í betri stöðu. Við sköpum okkur ekki mikið að færum í dag, þannig að það er svona það helsta í fljótu bragði. Manni fannst allavega eins og völlurinn hafi verið eitthvað svona smá erfiðu viðuregnar og svona liðið aðeins fyrir að aðlaga sig svona sérstaklega til þess að byrja með. Ertu sammála því að völlurinn hann einhver áhrif á spilumennskuna? Já, hann gerir það alveg, þú veist, þurrt gras í smá roki, hann flýtur ekki að hratt á því og við erum erfiðara með að spila okkar leik í svona vallaraðstæðum en við þurfum bara að finna einhverja lausn og við þurfum að reyna eftir mesta magni að láta boltann ganga á milli manna og flytja hann hratt á milli kanta en að sama skapi viltu heldur ekki að vera að setja bolta í hættulegu svæði þar sem hann kemur kannski skoppandi óþægilega fyrir þig en vissulega hefur hann áhrif á. Ögmundur kemur í markið núna fyrir Aron, bara hvað getur þú sagt mér þessa breytingu? Bara taldi að Ögmundur myndi henta betur fyrir þennan leik. Það er engin dýpri pæling en það. Þannig að það var bara niðurstaðan, Ögmundur spila þennan leik. Nýkomnir eru þetta úr Evrópuleik og svona það verkefni sem býður ykkar var núna mistuðu þetta menn í meiðsli, var sami leikmaður hjá Hapoel sem var í þessum báðum návíum, er eitthvað svona bara sem þér finnst almennt bara það að þetta hafi verið sami leikmaðurinn sem er í þessum návíum? Nei, finnst ekkert það. Það er bara, þú veist, niðurstaðan er að þeir eru frá í langa tíma og við þurfum bara að aðlaga okkur að því. Leikmenn þurfa, það eru núna leikmenn sem fá stærri tækifæri og þeir þurfa að grípa það og ég treysti þeim fullkomlega fyrir því. Góðir leikmenn sem bara þurfa að stíga inn í staðinn fyrir þá sem eru farnir út en vissulega svekkjandi að missa þá Tarik og Óskar og getum nefnt Elías líka í þessu samhengi. En við erum með stóra og sterkan hóp og við bara verðum að trúa og treysta á þá sem við erum með fyrir. Er eitthvað séns að Eiður Orri frá Keflavík komi eitthvað aðeins fyrr til ykkar í ljósi aðstæðna?
Það er bara, við erum alveg eftir að skoða það og taka ákvörðun það. Það er ekkert sem ég get svarað akkurat núna. Er eitthvað annars bara sem þið eruð að skoða á eða hvort það sé inn og út á markaðnum? Já, við erum að skoða það í kringum okkur en þarf að fitta, prófílinn þarf að fitta Víkingum, þannig að við tökum ekki neinar fljótfærnar ákvarðanir, þannig að við þurfum bara að sjá hvort að það sé rétti maðurinn available fyrir okkur og þá geti verið að við myndum stökkva það, en það bara kemur í ljós á næstu dögum eða fram að gluggalokum. Svolítið takk fyrir gangur.